Ásbjörn Óttarsson, alþingismaður, greiddi sér 65 milljónir í arð út úr sjávarútvegsfyrirtækinu Nesver í fyrra. Á sama tíma var tap fyrirtækisins rúmur hálfur milljarður og eigið fé þess var neikvætt rúmar 100 milljónir. Samkvæmt lögum einkahlutafélög ekki bannað að greiða út arði þessar aðstæður, það að segja ef eiginfjárstaða ársins á undan var jákvæð. Hins vegar hefur vakið athygli að Ásbjörn fékk líka greiddan arð fyrir árið 2006, en þá var eigið fyrirtækisins neikvætt. Hann verður í viðtali hér eftir örstutta stund. En fyrst Ásbjörn Óttarsson, alþingismaður sem sestur hjá Helga. Velkomin í Kastljós, Ásbjörn. Takk. Við skulum aðeins byrja bara á þessum fréttum sem að DV fjallaði fyrst varðandi þessar arðgreiðslur. Það fyrst þessar 65 milljónir sem eru greiddar út og koma fram í ársreikningi ársins 2008. Þetta töluvert mikið fé sem greitt þarna í arð af fyrirtækinu sem stendur ekkert allt og vel þegar þarna komum við sögu. Sko, þegar þessi ákvörðun tekin að greiða arðinn árið 2008, þá svo ákvörðun tekin 5. febrúar 2008 vegna rekstrarársins 2007. Staða félagsins þá var mjög sterk. Bæði rekstrarlega, gekk mjög vel að reka fyrirtæki, mikið og skuldastaða var helmingi larri heldur en hún var í lok ársins 2008. Þannig að þegar þessi ákvörðun tekin, þá var það löngu fyrir allt hrunið og meira segja gengishrunið sem verður þá í mars árinu 2008. Þannig að þegar þessar forsendur eru teknar þá verður líka að horfa tilbaka á miðað við hvaða tíma það var tekið. Og eins vil ég líka ítreka það að þegar við tökum hjónin ákvörðun það, því að þetta nú eingöngu einkafyrirtæki okkar, fjölskyldufyrirtæki okkar, það er engin annar sem á þetta fyrirtæki við, að þá höfum við heimild til þess að taka út 470 milljónir í arð, en tökum þarna 65 milljónir. Og þessi ákvörðun okkar hefði ekki haft nein áhrif á rekstur fyrirtækisins og setti það ekki í neinu af með það. En áður en við kannski höldum áfram lengra, þá vil ég bara koma því að út af þessari umfjöllun að ég nú búinn að starfa í sjávarútvegi núna í tæp 25 ár og byrjaði eftir að kvótakerfið kom. Þannig að ég hef alla tíð þurft að kaupa mínar aflaheimildir sem við höfum haft og í öðru lagi þá hefur fyrirtækið, það hefur aldrei einn einasti aðili tapað 1 krónu á þessu fyrirtæki. Og það hefur aldrei nokkuð tíman verið að afskrifa ein einasta króna af þessu fyrirtæki. Það eru nú staðreyndir málsins. En þá þessar arðgreiðslur fyrir árið 2006, því þá neikvætt eigið fé hjá fyrirtækinu. Eru þær ekki bara einfaldlega skjön við lög? Arðgreiðslan 2006 sem gerð, þá fyrirtæki með neikvætt eigið fé. Og mér var ekki kunnugt það þegar sú ákvörðun var tekin að fyrirtæki að þetta mætti ekki gera. Eftir að mér verið það ljóst að þetta, í samkvæmt lögum, þá má þetta ekki. Mér var ekki kunnugt þegar það gert og leiðum mér var kunnugt það gert þá var ég búinn að endurgreiða þessa arðgreiðslu inn í félagi ásamt vöxtum, þannig að það mun ekki hafa nein áhrif og hefur aldrei haft nein áhrif á rekstur félagsins sem slíkt. Þannig að það búið að leiðrétta þann gjörning. Hvenær leiðréttir þetta? Ég leiðrétti það bara leiðum ég var kunnugt það. Og hvenær var það? Það var bara í lok síðustu viku sem ég var kunnugt það eftir að ég fékk símtöl frá fréttamönnum, frá fréttablaðinu sem var fyrir að ræða árið 2006 um mig og þá hafði ég bara ekki áttað mig á þessu og ég gerði það ekki fyrir þarna. Þannig að þú braustir raun og veru lögin? Já, ég gerði það ekki viljandi. Mér var ekki kunnugt það að þetta var ekki heimilt þegar það gert og ég nú bara einu sinni mannlegur og hef nú ekki bókhaldsþekkingu þó ég hef nú mikla reynslu af rekstri og ekki sérmenntaður í bókhaldi. Þannig að það eru staðreyndir málsins. En veitu, hversu sannfærandi það, Ásbjörn, því þú ert alveg að segja mér líka að þú ert búin að vera í rekstri í mörg ár, í 25 ára eins og þú segir. Það er nú ekki mjög sannfærandi að þú hefur fyrst verið að gera grein fyrir því þarna hvernig þú mætti borga út arð út úr fyrirtækinu. Sko, ég að segja þetta nákvæmlega eins og þetta Helgi, að mér var ekki kunnugt að þetta vera heimilt og þú getur bara aflaður upplýsingar það hjá öllum sem til mín þekkja. Ég hef aldrei gert þennan hlut ef mér var ekki heimilt að gera hann. Ef þú hefur einhverjar efasemdir það að ég hafi gert það gegn betri vitund, þá skal ég bara mæta hér í beina útsendingu hjá rannsóknarlögreglu og skal bara vera hér með legamælar á borðinu og ég skal bara svara spurningum. Það er ekki flóknara en það. Mér var ekki kunnugt að þetta var ekki heimilt og ég ætla ekki að fara út í það að ræða það að það hefði aðrir átt að hafa vit fyrir mig sem var endurskoðandi félagsins eitthvað. Það skiptir ekki máli. En hvað með endurskoðandann? Ég velti því nú fyrir mér að því að þetta er endurskoðari, það er að minnsta kosti kvittað undir þennan reikning af endurskoðanda. Frá hvaða endurskoðunarfyrirtæki og hvaða endurskoðandi skrifaði upp á þetta? Því þetta er ólöglegt. Já, ég sagði hér á, ég vill ekki blanda endurskoðanda félagsins inn í þetta mál sem var á þessum tíma og ástæðan fyrir því sú að sá ágæti maður fallinn frá. Það er ekki flóknara en það. Þannig að ég vill ekki blanda hans persónu inn í þetta. Þetta var ákveðin mistök sem voru gerð. Það búið að leiðrétta þau. Það verið engin skaðast á þeim, ekki nokkur einasti maður neitt og þetta er eingöngu okkar eigin fjölskyldufyrirtæki. Þannig að þetta hefur engin áhrif
og engin eftirmál. En þú talar að þetta mun ekki hafa neina eftirmál, en sko þá kemur líka fram í þessum fréttum að staðan á þínu fyrirtæki eins og reynda mörgum öðrum auðvitað eftir þetta gengishrun og þetta bankahrun eru auðvitað ekki sérlega glæsilegt. Það neikvætt eigið fé og það eru háar skuldir, rúmlega milljarður, næstum 1,5 milljarður í skuldir. Hvernig staðan á þessu núna hér? Myndu, að því þú segir að það hafi enginn tapað og það mun enginn þurfa að afskrifa neitt og það hafi aldrei neitt tapað á viðskiptum við þig. Mun reksturinn á þessu fyrirtæki ganga við óbreyttar aðstæður? Já. Svo ég leiðrétti það sem hún sagði, skuldirnar á fyrirtækinu er ekki 1,5 milljarður, skuldirnar á fyrirtækinu er 1140 milljónir. Þeir eru búin að draga lausafé frá sem við eigum núna, að þá er skuldi félagsins í kringum milljarður. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að rekstur félagsins og allar þær áætlanir sem við hefum gert rekstur félagsins hafa gengið eftir. Og það byggist kannski fyrst og fremst á því að við erum með mjög gott starfsfólk í vinnu, ekki því að ekki ger ég nú mikið gagn í því núna, þó ég hef nú alltaf verið að basla við þetta þessi ár sem ég var við þetta. Og líka til þess að ítreka það, að þá eru núna, við erum með öll okkar lán í skilum, við erum með allt í skilum eins og við höfum alltaf verið. Og núna er staða félagsins þannig að við eigum laust fé til þess að greiða allar okkar afborganir og skuldbindingar út þetta ár sem er að byrja, þó að sé í raun og veru nýbyrjað. Og bara til þess að ítreka það, hvað rekstur félagsins gengur vel, þá er báturinn okkar sem við gerum út, hann er búinn að fiska fyrir núna í janúarmánuði 15 tonna bátur fyrir 55 milljónir og er að setja Íslands og heimsmet í aflaverðmæti, þannig að ég hef engar áhyggjur af rekstri félagsins. Takk fyrir það. En það er líka annað sem var velt upp í þessari DF-grein sem að snýra að þessum ársreikningum. Það eru varðandi það hvernig þú eigfærir aflaheimildirnar í ársreikningum. Það er talað um að þær séu sundurliðaðar aflaheimildirnar í ársreikningum, svo sé eitthvað sem heitir ósundurliðaðar aflaheimildir sem séu upp á 240 milljónir króna sem er einhver fjórðungur af þessari óefnislegu eign sem eru aflaheimildirnar. Hver er útskýringin á því? Sko, það sem að gerist árið 2006 þegar fyrirtæki með neikvætt eigið fé, þá gerist það með þeim hætti að þá er fyrirtæki ekki í raun og veru sko það er með jákvætt eigið fé og með virði félagsins. Vegna þess að þeir eru átt að kaupa aflaheimildar eins og við höfum þurft að gera alla tíð, aldrei fengið neinn úthlutað eins og gjafakvóta sem við kalla nefna svo, að þá gerist það þannig árinu 2007 þá skipti ég á milli kerfa, þar að segja ég er að vinna inn í stóra kerfinu með stóran bát og fer yfir í svo kallað krókaflanskerfi. Og þá raun og veru, ég skipti reyndar á aflaheimildu, ég seldi þær ekki, heldur bara skipti, það var skipti við ákveð fyrirtæki hérna, og þá í raun og veru færir eignan tilbaka, þar að segja það sem þú selur og það sem þú kaupir. Þannig er það sem þeir eru að vitni í, það sem að aflaheimildirnar að nýtingarrétturinn er í raun og veru eigfæraður á móti því. Vegna þess að það sem gerist líka í þessu er það að þegar að menn hafa verið að kaupa þessar aflaheimildir, að þá verður það náttúrulega að þú tekur lán og þá verður náttúrulega færa það á móti til þess að hafa eitthvað á móti því þannig að félagi standi eðlilega á með það sem þú ert að gera. En býttu, ertu að segja að það kvótinn sem er gefin upp á skipið sem að útgerðin á, sem er eigfærður sem óefnislega eign þarna inni, að því manni sýnist maður ber þetta saman, að það sé þá einhver annar auka kvóti sem er þessar ósundurlegu aflaheimildir? Nei. Það sem ég var að segja við áðan er þetta, að þegar ég skipta milli kerfa, að þá færi ég aflaheimildir sem ég er með yfir og sel þar yfir í hitt fyrirtæki, í raun og veru pappislega síðan náttúrulega, og það er ákveðin tala á því og síðan kaupi ég af því aflaheimildir á móti í öðru kerfi. Síðan er þetta eitthvað bókhaldsattriði sem að ég kann ekki skýra fyrir mig einhver óefnislega eigni, ef menn vilja fara kafa hún í eitthvað texta í ársreiningi, þá náttúrulega verður bara endurskoðun að mæta þetta með slætsölu. Ég er ekki að færa neinar eignir hjá félaginu, það eru sannarlega þessar eignir inn í félaginu. Ég er ekki blöffan í það. Þessar 250 milljónir sem eru ósundurliðar, það er aflaheimildir. Það er bara aflaheimildir, það er bara hreina línu með það. En það getur aldrei sett einhver eignir inn í félagi sem er ekki þar. Nei. Þú eru auðvitað, þessi umræða eru auðvitað komin upp núna og eins og þú segir að þá ertu búin að gera þig grein fyrir því að þú hafir þarna á sínum tíma brotið lög óafvitandi eins og þú segir. Sko, ég velti fyrir mér sko að því að þú hefur Ásbjörn síðan þú komst inn á þing, þá hefur af mörgum verið talin öflugur talsmaður fyrir þá sem er í þessari grein, kannski oföflugur af margra mati sem eru ekki í greinni þá. Sko, í hvað stöðu ertu að vera að ræða sjávarútvegsmál og til dæmis bara skrifa greinar þar sem þú ert að biðla til stjórnvalda að það veri strax auki við kvóta og annað. Eru þú átt sjálfur svona mikil hagsmuna að geta? Já sko, ef þetta er þannig að þeir sem að starfa í atvinnurekstri, hvort sem að sjávarútveg ykkur annar atvinnurekstur, með ekki verið nú Alþingi,
þá náttúrulega held ég illa komið fyrir okkur. Auðvitað þarf að vera það þessnir á þjóðfélaginu. Og þegar ég að benda mönnum á staðreyndir einmitt þegar menn vilja auka aflaheimildir og ég hef nú talað mikið fyrir því og bent á það, þá ég ekkert að hugsa minn eigin hag, ég að hugsa þjóðarhag í því. Vegna þess að það eru nú fleiri en ég og ég nú bara svona pínu lítið peð, sko. Já, þú gerðast nú að gera Íslandsmet. Já, ég að fiska eitt málum, skilur. En eigi síður og þá vitum við það og ég nú talað fyrir því einmitt inn á þingi að ef við myndum bæta núna til dæmis eins og 40.000 tonnum við þorski, þá myndi það ekki hafa áhrif á stofnstærð þorsks. Og ég að benda en myndi það ekki hins vegar geta haft áhrif á pingjuna hjá þér, svo ég spurði bara beint út að það ekki svona við. Ég meina það myndi aukast við þínar heimildir, jafnt eins og allra annara. Ég bara svona velti fyrir mér þessar umræðu því að þetta lítur að vera svolítið óheppilegt. Já, sko, ef að menn vilja fara í þessa debatta þessu sviði. Nú sit ég nú ekki eins og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd á Alþingi, skilur við. Og þá getur þú farið alveg endalaust, sko. Eiga þá þeir sem eru inn á þingi sem eiga konur sem eru óléttar eða konur sem eru óléttar, mega þeir ekki ræða fæðingarorlof, eða mega þeir sem eiga konur sem vinnur ekki í spítala tala um vandamál spítalanna, eða þeir sem eru bændur tala um vandamál. Finnst þér þetta alveg finnst þér þetta sambarlegt? Mér finnst þetta bara sambarlegt ef þú ferð inn á þetta vegna þess að ég er ekki fer ekki nú Alþingi til að tala fyrir hagsmunum mínu fyrirtækis, það er algjörlega af og frá og það er ekki með þeim hætti og allt þetta fólk sem þar er inni og þá getur við talað býtu við fólk sem er kannski með íbúðarlán í erlendri mynt, þá það ekki ræða vandamál heimilanna sem eru með íbúðarlán í erlendri mynt. Þannig að ef við ætlum að fara út í svona vegferð, þá sé ég ekki fyrir enda. Menn eru að hafa ávinning að því sjálfir, bara það við erum að tala um bara peninga. Það eru verðmæti fólkinni því að auka kvótan, til dæmis fyrir því. Það eru verðmæti fyrir íslenska þjóð að bæta við aflaheimildir, það eitt veit ég. Og það er nú bara eins og þannig. Og til dæmis í mínu tilfelli, ég er nú með 10 mann sem vinnu í mínu fyrirtæki og það er mikill ábyrgðar hluti að reka fyrirtæki og menn verður átt að segja á því og ég er nú búin að vera í forsvari fyrir sveitarfélagi í nokkuð mörg ár og þetta byggist á því eins og þessi sveitarfélag, þú þekkir það nú sjálfur ættar á landsbyggðinni að sveitarfélagin og all samfélagi byggjast á því að sjávarútvegurinn á þessum byggðum gangi vel. Já, en sveitarfélagin að fólki sem er að vinna hér á ekki kvótan ásmundur eða er ekki með afnotin á honum eða hvað sem menn vilja segja, það þú sem veist með það. Já, en þá segi ég við þig, ef menn ætla að fara út í þessar rökræði með þessum hætti þá getur aldrei enda vegna þess að eins og ég sagði við áðan ef einhver einstaklingur sem situr á Alþingi er með íbúðarlán í erlendri mynt má hann þá ekki ræða vandamál heimilanna allra hinna því þeir eru með erlendri mynt og kalla fram eftir því á leiðréttingu á þeim vandamálum sem þar eru fyrir hendi vegna þess að það þýðir að hann muni þá hugsanlega fá sjálfur fellt eitthvað niður eitthvað þannig að ég sé bara ekki ef menn fara út í þessa vegferð þá veit ég bara ekki hvernig við að geta manna Alþingi, ég segi þannig bara alveg svo er. Nei. En við vorum að ræða þetta, ég spurði það út í strandveiðarnar þegar við sátum hérna fram, ég var bara að spyrja, ég var að forutnast aðeins það. Þú greiddir ekki atkvæði með lögunum um strandveiðarnar á sínum tíma, já? Nei, sko, mér fannst það sem að pirra mig mest við strandveiðarnar og það er þetta, að þegar að menn voru með kerfi sem slíkt hér áður fyrir þetta, þegar skaki var eins og við köllum handfæraveiðarnar, að þá voru það aðilar innan úr greininu, þar að segja smábátasjómennir sjálfur, þeir börðust fyrir því að kerfið er lagt niður. Vegna þess að þá voru ákveðnir aðilar þar komnir með viðmiðun og síðan fengu þeir mjög ríflega lagt inn í pottin. En ég hef hins vegar alltaf verið fylgjandi því og það er búin að vera það alla tíð og er mjög ósáttur við okkar, eða mína flokksmenn þegar þeir gerðu þetta. En ég hef hins vegar alltaf verið hlynntur því að við hefðum eitthvað svona aðgang inn í kerfið eins og ég orða. En það sem ég var ósáttur við í sumar var það að menn skildu þó ekki stíga skrefið og ég sagði það margoft í ræðustól Alþingi, ég sagði við eigum ekki að hleypa þeim inn sem að voru búnir að seljast út úr kerfinu. En þetta breytti því ekki að þú einn af þínum bátum fór á strandveiðar, var það ekki? Jú, hann fór á strandveiðar og var á strandveiðum. En ég greit að þetta kom á mótiðum, sko, þannig að það hittir nú allt fyrir, þannig að ég nú alltaf verið í samkvæmum sjálfur og mun vera það áfram, alveg sem hvort það eru strandveiðar eða hvað sem það er nú bara þannig. En svo til að klára þetta, þá ertu semst búin að endurgreiða þessar 20 milljónir sem að þú Já, ég er búin að gera það. Takk fyrir komuna í Kastljós.